Æ, við veitum bara. Hvað heitir þú og hvaða íþrótt varstu atvinnumaður í? Ég heiti Ari Gunnarsson og ég var atvinnumaður í Aflraunum, sterkasti maður Íslands og já, þannig kærlum, Aflraunum. Hvað gerðir þú til þess að verða atvinnumaður í Aflraunum? Aflraunum. Það sem ég gerði var náttúrulega fyrst og fremst bara að vera all in í þessu sporti. Maður fórnaði miklu tíma með fjölskyldunni og gaf bara allt í þetta og svo betur fyrir náður maður uppskrifa eins og maður sá því sko. Hvernig leit eða lítur dagur út í lífið þínu sem atvinnumaður í? Hvernig leit það út dagurinn? Ég var að keppa. Það fór rosalega eftir hvar maður var staddur. Þú veist, var maður undirbúinn fyrir mót eða var maður bara í hvíldartímabili. Ef ég var að keppa undirbúinn fyrir mót þá var náttúrulega, þá vaknaði maður alltaf á mótnana, maður borðaði góða morgunmat. Svo fór maður yfirleitt á svona brennsluæfingu og var þar alveg klukkutíma. Svo kom maður heim, borðaði hádegismat og svo seinni partið þá fór maður lyftingaræfingu. Þannig að þetta voru svona 2 æfingar á dag og svo náttúrulega bara fyrst og fremst að borða og næra sig rétt og góðan svefn. En það snerist mjög mikið bara að æfa og hvíla og borða. Talandi um það, hvað borðaðir þú til þess að verða til að geta performa með? Hvað borðaði ég ekki? Það er fljótt að svara því en ég borðaði eiginlega bara allt sem ég komst í. Ég þurfti bara að innbyrja eins mikið af kaloríum ég gat og þannig að ég eiginlega bara, borðaði eins mikið ég gat. Ég reyndir alltaf sjálfsögðu að hafa þetta eins hollt það hægt var sko en þegar maður þarf að borða 7-8.000 kaloríur á dag þá nær maður því ekki bara einhver kringfæði sko. Þannig að ég borðaði eiginlega bara allt og nóg mikið öllu. En hvað lagðir þú mestu áherslu á þegar þú varst atvinnumaður? Bara, þú veist, í lífinu, bara hvernig þú æfa, hvað lagðir þú mest áherslu á? Náttúrulega í mínu sporti þá þurfti ég að hafa svona andlega styrk, ég þurfti að vera snöggur og líka svona static strength, resturlifta og svona extra press og svona. Þannig að ég þurfti að leggja áherslu á bara marga þætti. Það var ekkert eitthvað eitt en náttúrulega, þú veist, styrkurinn, nóga styrki og líka sleppu sko. En eins og segja, þá þurfti maður að leggja áherslu bara á mjög marga atriði. Ef það eitthvað sem þú hefðir getið viljað gera betur eða leggja meira áherslu á, hvað hefðir þú viljað gert? Sennilega byrja að æfa sportið fyrr. Ég byrjaði tiltölulega seint í þessu sporti. Byrjaði 27 ára.